Arnar, já, Hollandsleikurinn framundan, hvað þurfum við að gera til þess að gefa þeim leik? Við þurfum að náttúrulega ná bara fyrst og fremst fram okkar besta leik á öllum sviðum. Það hlaupa grind, það ofboðslega beittar svona í fyrstu, annar og þriðju bylgju og við þurfum að vera tilbúnar, við þurfum að koma okkur heim og standast þessi fyrstu árás í það. Það skiptir gríðarlega miklu máli. En svo þetta klassíska, við þurfum að standa góða vörn, við þurfum að fá góða markvörslu og svo þurfum við að vera hugrekkar í öllum okkar aðgerðum, beinskeyttar og hugrekkar en á sama tíma skynsamar, þurfum að passa vel upp á boltann. Það svona lykillinn að því að ná leikamóti. Af því að þetta lið sem ævinlega í topp 4, topp 8 á öllum stórmótum. Já, þetta frábært lið, það ekki spurning og voru í 5. sæti á Ólympíuleikunum í sumar og eins og segir alltaf svona í þessum toppsætum. Ég myndi að segja svona að þessi í þessari elitugrúpu með þessum 6-7 bestu liðum í heimi og verður einstakur og verður verkefni. Og undirbúningur svona gengið vel og liðið bara í fínu standi hjá okkur? Já, það allar heilar og þetta bara verið til fyrirmyndar. Allur undirbúningur að mótinu, þannig að ég svo sem ekki við neina kvarta það. Byrjuðum þetta móti Pólverjum heima í 2 góðum leikjum, komum svo niður til Sviss þar sem það búið að fara vel okkur og við spiluðum 2 hörkuleiki. Þannig að það allt eins og það á að vera. Aðeins að lokum, það voru þjálfaraskipti á Hollendingum núna í haust og þeir hafa nú spilað síðan. Telur þú að það hafi eitthvað breytt svona leikskipulagi eða svona hjá þeim? Eða hafa þeir svona bara haldið við sama form? Já, þetta svona styrkleikarnir nú svipaðir að þeir voru þessi kistla og svona þessi svona áræðinni sóknarlega auðvitað ykkur áherslubreytingar en við erum svo sem með nýjum þjálfara búin að fá leiki frá þeim á bæði Posten Cup og Golden Cup sem haldið í Noregi sem þeir að spila á móti mæta Dönum 2, Norðmönnum 2 og Þjóðverjum sem allt hörkuleikir en auðvitað alltaf ykkur áherslubreytingar en svona við sjáum alveg að styrkleikarnir eru þeir sömu og hafa verið. En fyrst og fremst snýst þetta bara okkur? Já, við gerum það og við fókusurum náttúrulega alltaf fyrst og fremst á okkar leik og það sem við erum að gera og reynum að hámarka það og við þurfum að gera það á móti þetta sterkum þjóðum og þurfum við svolítið að horfa á það sem við erum að gera og við þurfum svolítið að gera eins vel á öllum stöðum og á sama tíma svolítið að létta á okkur og njóta þess svolítið að fá að mæta þessum bestu liðum.